Við erum sem sagt núna í viku 7. Missirið hálfnað í þessari viku og við ætlum að byrja á því að fara núna yfir sýnilausnarverkefni 5, fara síðan yfir aðeins í Git og GitHub sem partur af námsefni vikunar og partur af verkefni 6 að skila í raun verkefninu núna ekki sem zip-skrá í Canvas, heldur sem verkefni á GitHub sem þau bjóðu kennurunum á. En nú hefur verkefnislýsingin breyst og eins og ég minningur á að lesa hana alveg í gegn. Af því að nú punkturinn þar sem hún að breytast og þau þurfa að skila öðruvísi. Síðan ætlum við að fara aðeins yfir Figma og hvernig það tengist í hópverkefni 1. Við náttúrulega sáum aðeins Figma bæði í seinasta fyrirlestri frá mér og svo var Keli aðeins að sýna okkur hvernig Figma notað hjá símanum. Og síðan í seinasta fyrirlestri ætla ég að koma okkur af stað í verkefni 6 og setja upp þá þessi tæki og tól. Og eins og við talaðum í seinasta tíma þá ættu þið núna að vera búin að setja upp nót á tölvunum ykkar og geta gert þarna nót _vaff til þess að sjá að þetta uppsett af því þá getið þið fylgt mér og gert það sem ég að gera. En aftur, ef þið eru í einhverjum vandræðum, þið þurfum einhverja aðstoð meira en það sem við erum að gera hér, þá eru dæmitímar í vikunni og dæmitímakennarnir geta hjálpað okkur við uppsetningu og svona, eða þá að þið sendið á mig ef eitthvað sérstakt. Áður fyrir einhver sem er búinn að setja upp nót og lenti í vandræðum. Ok, einhver sem er búinn að setja upp nót og lenti ekki í vandræðum. Ok, það er jákvætt. En netið dautt? Ó, frábært. Ég er með net. Það virkar bara ekki svona háskóla Er ugla niðri eða? Nei, bara allt? Nei, ok. Villa í auðkenningu við skýið. Skýið niðri. Ok. Þá bara sýni ég ykkur og þið getið ef þið komist hingað, þá komist þið í restina. Ok, þannig að ég ætla að byrja núna á sýnilausninni á verkefni 5 og sýnilausninni, sá það ég hef klikkað að setja inn sýnilausna linkar en ég ætla að senda á í tilkynningu, en ef við förum bara í verkefni 5 þá það alltaf das sýnilausn þannig að þetta sýnilausnin og sýnilausnin á 5 byggt á sýnilausnin á 4 sem byggt á sýnilausnin á 3 sem byggt á sýnilausnin á 2. Þannig að þetta í raun allt komið í committum alveg frá því fyrir mánuði síðan þegar fyrsta sýnilausnin var 2 var búin til. Þannig að við skoðum bara aðeins þegar nú erum við líka að skoða GitHub. Þannig að hér sé ég í raun allt commit historyið á þessum verkefnum. Og ég get séð bara nákvæmlega hvað var fyrsta committið sem var bara þessi grunnlausn í HTML. Og ég sé ég setti inn allar myndirnar, ég setti inn index HTML og síðurnar. Næsta sýnilausnarverkefni 3 var að setja inn leturgerðirnar, breyta einhverju á síðunum og þá sé ég nákvæmlega breytingarna sem ég gerði. Að þetta skráin fyrir þá var ekki link-rel style sheet, þannig ég bætti því við. Það var ekki rappur utan allt, ég bætti honum við. Ég endur raðaði aðeins hvernig HTML var og ég gerði einhverja breytingar og þetta er þess að sýna það að út af því að ég að nota version control að þá sé ég breytingarnar á skránum mínum fyrir hvert einasta skref sem ég geri og þessi skref eru kóðuð í þessum committum. Þannig að fyrir maður tilbaka þá þetta commits og þetta eru þau öll. Og ef við förum þá bara í nýjasta sem eru alla breytingarna sem ég gerði fyrir sýnilausnarverkefni 5 að þá sjáum við í raun, það kannski gefur ekkert rosalega góða mynd
að ég bætti við 496 línum og fjarlæði 309 línur. Þannig ég kom út svona í kringum 200 línunar. En af þeim náttúrulega þetta grid sem var gefið, var einhver partur. Síðan bætti ég við þessu viewport til þess að í raun að skölunin myndi haga sér eins og við viljum að hún hagi sér. Horfi á raunstærð skjásins en ekki upplöstunar á honum. Bætti við vísununa í gridið til þess að sjá það ógulegaði yfir til þess að geta aðlagað efni mitt að gridinu. Breytti aðeins efninu, þannig að ég setti eitthvað content utan footer. Þetta var wrapper, svona eins og ég talaði með senast tíma. Þetta var svona aukadiv til að gera lífið aðeins auðveldara þegar ég var að stíla þetta til. Þannig að ég gæti sett gridið í fótinn líka. Þannig að við lokum þessu og þá eru raun sambærilegar breytingar í öllum HTML-skránum. Þannig að lokum því hérna. Þetta er eitthvað large diff hérna út af því að ég breytti. Nei, ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla að gera þetta. Hérna segir hún large diff. Þetta hérna sem við erum að horfa á er diff. Bara difference á milli tveggja skráa. Og hún segir þetta er large diff út af því að ég breytti inndráttinum. Þannig að öll taflan er túlkuð sem breyting. Þó svo ég hef ekki gert neinar, ég gerði ekki neinar efnislega breytingar. Ég gerði bara breytingar á því hvernig struktúrun á HTML-inu var. En við sem foreldrar vitum að breyting frá því að vera 2 bil yfir að vera 4 bil er breyting. Þó svo að, þú veist, sumir myndi segja, hei, akkur er að vera svona smámunasamt, þú veist. En þú veist, þetta er breyting, þannig að hún er captured af þessu. Og þá stöndum við eftir með, ég var með vitlaust readme hérna, eða uppfærið það. Og þá stöndum við uppi með nákvæmlega allar breytingarnar sem ég gerði á CSS-inu. Þannig við förum hratt yfir það og skoðum síðan aðeins bara hvernig það er og fiktum aðeins og sjáum hvernig gridið haga sér. Ég bætti við þessum gefnu breytum. Þannig að breytunar, eða CSS Custom Property-in, eru bara þægileg til þess að hugsa um hluti sem við notum oft og gefa hlutum nafn. Þannig í staðinn fyrir að vera með eitthvað sem er kalk, var, gutter, sinnum eitthvað, að þá er ég með eitthvað sem er vertical space. Þannig að vertical space segir mér eitthvað meira en einhver útreikningur. Síðan fyrir gridið, bæði gridið sem ég útfæri og gridið sem ég vísaði í grid CSS, að þá eru settar þessar gridstillingar sem eru þá hversu margir dálkar eru, hvað er gutter sem er bilið á milli hvers einasta dálks og hvað er offsetið sem er plássið sem er sitt hvoru megin við gridið, sem er þetta til að passa upp á að gridið okkar leggist aldrei alveg upp í viewportið þess að við skoðum í senast tíma. Svo erum við þetta with offset sem að reiknar 100% breidd mínus þetta offset. Þannig að það er til þess að þetta er í raun, þegar maður setur 100% þá notum við það ekki, þegar það færi alveg út fyrir, þannig að við notum with offset til þess að segja, ok, það er 100% with að frádregnu þessu bili. Svo bættist við hérna nýr litur, það bættist við transitions og hérna er síðan transition parturinn að til þess að geta transitionað á milli þá setti ég hérna explicitly litin á takkan, set síðan transition propertyið og segi við ætlum að transitiona background color í þennan stuttatíma með þessu timing function color og border color. Þannig að þetta er alltaf að fara að vera með sömu skilgreiningunni fyrir þessu 3 property sem við erum að transitiona. Og hvað var transition? Fyrir takkana og hvað gerir transition sérlega? Já, þannig að við skilgreinum eitthvað og þá reiknar vafrinn fyrir okkur fyrra gildið og næsta gildið og brúar þetta bil fyrir okkur yfir hennan tíma með þessu falli sem er í raun, ef við gerum þetta línulega þá verður þetta svolítið boring, oftast er þetta eitthvað svona ease in, þar sem þetta fer svona hægt og svo hratt, þannig að við fáum svona, það er smá dýnamík í hreyfingunni. Og þessi timing function sem við notum hérna er ease in out, þannig að þetta er svona S-kurva. Og við gerum þetta á okkur 300 millisekundum sem er yfirleitt svona fínn tími fyrir hversu lengi svona animation sé að gera. Ef það eru farin að gerast á lengri tíma en 500 millisekundum, þá getur það fara að vera pirrandi fyrir notendur. En það er eitthvað sem við ræðum við
hönnuðina þegar þeir eru að koma inn og gera eitthvað. Hérna. Þá segjum við síðan bara að þegar við hoverum yfir bottom, þá ætlum við bara að breyta yfir í þennan lit, þennan bakgrunnslit og þennan borderlit og transitioni hérna er bara eitthvað sem að vafurinn sér fyrir okkur. Hinn parturinn var síðan þetta fade in animation og þá þurfum við að byrja því að skilgreina einhver keyframes og keyframes er þá eitthvað að við erum að skilgreina hvernig eitthvað lítur út á einhverjum tímapunkti og svo n tímapunktum fram að því að þetta er búið. Þannig að við getum alveg sagt hérna, við getum annars sagt from og to, þannig að þetta byrjar hér og endar hér, eða við getum sagt 0 og upp í 100% og svo getum við sagt bara í 1%, í 10%, í 50%. Þannig að þá skilgreinum við hvar gildið á að vera eftir því hvar það er á tímalínunni. Þannig að þetta er bara tímalína, þetta er time frame og þetta er hver og einn rammi á þessari tímalínu. Þannig að við erum bara að spóla þetta áfram eins og eitthvað hérna, einhver teiknimynd og við sjáum bara hvað er að gerast þangað til búið. Og í okkar tilfelli er þetta tiltölulega einfalt. Við byrjum bara að allt er með opacity 0, þannig að það er ósýnilegt, og svo fer það upp í opacity 1, þannig að það er sýnilegt. Svo setjum við bara hérna á HTML-ið, þannig að bakgrunnurinn okkar fara ekki frá hvítum, heldur fara frá bakgrunnsliturum okkar, annars er þetta svona hvítur yfir einhvern annan lit sem að verða svolítið skrítið. Og svo setjum við á headerinn og wrapperinn að hann eigi að animata inn með þessu fade in, þessari fade in skilgreiningu. En þetta var kvikunar eða animation parturinn af verkefninu. Síðan eru svona breytingar úr flex yfir í grid á ákveðnum stöðum. Þannig ég held að sé kannski betra að skróla hratt yfir þetta og skoða þetta sem bara betur í DevTools. En í grunnum var þetta bara að finna þessa staði þar sem við viljum hugsa hlutina í gridi sem eru þessi stóru partar, hvernig hagar þessi wrapper sem að sér að láta headerinn, meginmáli og fótið. Það eru svona tengslin á milli þessar 3 stóru parta. Og hvernig hagar það sér? Og hefðum alveg getið haldið áfram með Flexbox þarna, en getum líka bara nota grid hérna til þess að sýna í raun munin á því að þarna er að segja grid template rows er bara auto, hún tekur bara eins margar raðir hún þarf. Allar, við erum ekkert að hugsa dálka hérna. Og template columns, dálkarnir okkar, það er bara 100%, tekur bara alla breytina. Og setjum gap á milli sem er þetta vertical space og þarna erum við hugsað þess að svona mobile first, þannig að við byrjum á því hvernig er þetta þegar við erum með bara mobile, við erum með minnstu sem er hvað 0 og upp í einhverja stærð og svo þegar við erum búin að finna einhvern stað þarna kringum 800 pixla það er mega sens að auka bilið þarna milli. Þannig að ég ætla að skipta núna yfir í bara að skoða þetta í Visual Studio Code og í browser. Einhverjar spurningar? Ok. Þannig að opnum bara live serverinn okkar. Nei, við erum hér og hér. Þannig að ef við skoðum þetta hérna og við byrjum bara hérna í 320 sem var þessi minnsta breytt sem við ættum að vera að hugsa um. Og við skoðum þá wrapperinn og þá sjáum við hérna hvað grid er að gera fyrir okkur. Að það er bara að hugsa hvernig er samspilið á milli header, wrappersins með contentinu og footersins. Og það er bara til að setja þetta bil hérna á milli þessara hluta hérna. Eina sem við gerir. Það er ekkert að hugsa um gridið sjálft. Þetta er bara að láta layoutið að í staðinn fyrir að láta þennan hérna vera með margin bottom eitthvað og þennan hérna vera með margin top eða þennan hérna með margin bottom að setja þetta bara í layoutið, setja þetta í foreldrið. Ekki láta börnunum vera að hugsa um það hvernig er ég að orientera mig gagnvart mínum systkinum, heldur bara að segja hér er einhver container, hann er að raða börnunum inn í sér eftir einhverju ákveðnu reglum, reglum byggja á grid og þær eru þannig að raðir og dálkar eru skilgreindi svona og bilið á milli er skilgreint svona. Svo förum við hérna upp í
hérna og leið ég fæ 800 pixla þá eykst þetta bil og þá ég á samaskapi með annan breakpunkt fyrir eitthvað annað sem færir valmyndinni hérna til vinstri. Vitlaus átt hérna. Ok. Svo við skoðum hérna og sjáum, þannig hérna þetta animation sem kemur inn og hoverið á tökkunum hérna. Og svo ef við eigum eitthvað við breyturnar, eins og hérna, hér, og lengið allar tíföldum þar. Þetta nú ekki eins og þetta sé að já, ég í vitlausu skjali, ég í skjalinu sem við vorum að fikta í seinasta tíma. Förum í rétt skjal. Þetta var allt og rætt. Og sjáum við animationi tekur núna 6 sekúndur og þá sjáum við alveg hvernig brúnin frá því að þetta sé alveg opaque, það að segja alveg gegnsætt, yfir að vera ekki gegnsætt, alveg solid. Og sama hérna, ég fer yfir og ég sé hvernig vafrinn brúar hérna á milli, hvernig hann breytir bleika litnum yfir í svarta litinn og svarta litnum yfir í bleika litinn og hvernig við fáum hérna einhvern tímapunkt í miðjunni þar sem að báðir hlutirnir eru nákvæmlega sami liturinn, þannig að það sést ekkert, bara þetta solid. En, já. Ok, þannig að nú erum við búin að skoða hvernig þessi rapper og svo skoðum við aðeins í seinasta tíma hvernig þetta hérna hafði sér. Hvernig gekk síðan að láta þetta hérna smell passa? Bara vel, ok? Bara vel hjá öllum. Já. Ok. Þannig ef við förum og skoðum þetta, þá sama hérna. Hérna aftur flex til þess að halda utan bilið á milli. Hugsanlega ætti þetta líka að vera grid. Þetta flex. Og það bara til að sýna, þegar við erum að hugsa þetta, við erum í raun, eina sem við erum að sækjast eftir þarna, eina sem ég að sækjast eftir þarna, að nota gap propertyð. Af því að það frábært í það að stilla þessum hlutum af. Þannig að þetta hérna, ef við erum ekki með þetta, þá leggjast allir hlutinir upp í hvern annan. Og það bara svo ég endurtekja aftur, það svo miklu betra að nota gap en að vera að hugsa hérna, þessi hérna ætlar að vera með margin bottom 0 eða margin bottom eitthvað. Þessi ætlar að vera með margin top eða bottom. Þetta svona eitt af þessum hlutum sem bara, ef maður sammælist svona og setur þetta upp eftir ákveðnu kerfi sem bara að nota containerin stýri bilinu, að þá erum við ekki að fara að lenda í því að einhver í hópnum gerði svona hérna gaur, hann virkar geggja næs fyrir þann sem að gerði það. Ég segi bara eitthvað, hey, ég get notað hann líka, en ég setti margin bottom hér og þau setti margin top hér og eitthvað og þá kemur allt í einu skrítið bil. Þá í staðinn fyrir að komponentarnir sem slíkir stýri bilinu sínu, láta foreldri stýra bilinu. Ok, svo förum við hérna og hérna erum við aftur bara að nota cards pælinguna, að við erum bara búin að endurtaka þetta pattern í gegnum sýnilausnina. Og hér cards, það notar grid, það notar það til að gera bil á milli, ekki neins bara, þetta gap hérna gerir ekki neitt. Ég endur að veitur hérna, byrju. Jú, það gerir hérna, það gerir á milli, í þessu hérna tilviki, þá gerir það bil á milli titilsins og efnisins. Það ekki titil hér, en þá gerir það ekki neitt. Að það samt þarna. Að þegar við erum að búa til almennt pattern til þess að geta nýtt á fleiri stöðum en einum í lausninu okkar. En hérna förum við síðan að hugsa
dálkana. Þannig að þá ef við förum og skoðum hvernig þetta hagar sér í minnstu skjástærð, þá þetta display grid, grid template rows, svo gap og við miðjum itemana. Það skiptir ekki máli hérna, það gerir ekki neitt. En það þetta bara ef það skildi vera einn item þá miðjast hann í staðan fyrir að vera út í enda öðrum megin. Og hérna þetta alveg eins og í hinum tilfellinu að við erum ekkert að hugsa dálka. Við erum bara að segja taktu allt plássið af því að í mobile þá þarf þetta allt plássið. Þá erum við ekki að segja hérna taktu 10 dálka eitthvað, við segjum bara taktu allt plássið. Við gætum síðan verið með eitthvað millipunkt hérna þar sem við hugsaum með 3 hluti saman og þá myndum við þurfa að segja hérna á einhverjum tímapunkt þetta er kannski að vera 2 og 2 og svo verða þær 3 og 3. En hérna förum við bara úr því að vera með þetta í þessu yfir að vera 2 og 2 saman og það helst þannig alveg út. Ok, þannig hérna erum við aftur með þetta hérna, með þetta mobile first. Og þá það, við finnum cards hérna, þá byrjum við á því að hugsa, hvernig þetta í þessari stærð? Síðan hvað gerist þegar við höfum meira pláss? Make the sense? Ok. Contentið hérna, þetta er bara eins, þetta er bara gap, þetta er bara eiginlega, þessar línur hérna eru bara eins. Þetta er bara eins. Svo förum við upp í það, þegar við höfum 700 pixla eða meira pláss, að þá ætlum við að segja að við ætlum að nota grid template columns og við ætlum að taka 10 dálka, það er að segja 12 dálkana sem við erum með, 2 af þeim fara í valmyndina sem við skilgreinum á öðrum stað. Þannig við höfum þá 10 eftir og þeir ætla allir að taka 1 fraction af plássi. Þannig að þeir taka bara 1/10 af því sem er í boði. En raðirnar sem við erum með, þær eru bara sjálfkrafa. Það er bara að haga sér þannig að það er bara búin til ný lína í röðina og það er bara gap á milli. Það er ekkert, þegar við getum verið með grid sem að hugsa bæði dálka lárétt og lóðrétt. Þannig að þegar við förum hérna upp fyrir 700 og við skoðum hvernig gridið haga sér, þá sjáum við hérna grid línurnar eru tilgreindar hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og það eru þessar column grid lines sem verða til. Það er bara ein hérna row line af því að við erum bara með eitt línu af efni, en ef við værum með fleiri cards þetta mætti ekki fara undir card, þetta þurfti að fara hérna við hliðina á card og þá myndast hérna nýtt row line sem fær bara gap á milli sín og ég get tekið og ég get afritað síðan enn annað card og setja hérna inn á réttan stað og sjáum við þetta lænast allt við gridið. Þannig að þetta bara passar allt saman rétt saman. Hvort sem við erum með 1, 2 eða n hluti. Þetta er bara allir raðast eftir þessari reglu sem við erum búin að skilgreina með grid. Einhverjar spurningar? Ok, miðað við þetta hérna, þá erum við ennþá í þessari pælingu, hvað er layoutið okkar? Af því ef við myndum horfa á hann hérna, það er hann hérna gaur sem er card og við myndum bara segja, hann er bara svartur kassi. Okkur er alveg sama hvað er inn í þessu svarta kassa. Þetta er bara einhver hlutur sem við erum að láta raðast upp á síðun okkar. Hvað er inn í honum og hvernig það haga sér, það er síðan annað verkefni sem er bara að stilla upp í hvernig eitt og eitt kart er. Þetta eru þessi 2 verkefni. Hvernig erum við að láta svona layoutið, stóru hlutina, svo hvernig erum við að láta hvernig einasta komponent eða hlut eða hluta eða hvað sem við kallum þetta er yfirleitt kallað komponent, haga sér. Og í þessu verkefni þurftum við ekkert að fara inn í þá pælingu. Það var bara card komponentin eins og við vorum með hann
í fyrir verkefnum. Hann bara hagar sér nákvæmlega eins. Hvernig honum raðað á síðuna breytist. Þannig að við förum aftur hérna og við skoðum hvað breyttist. Wrapperinn breyttist, navigationið, contentið, þetta aðeins sem við vorum að skoða. Það aðeins hérna með þetta forsíðunni hérna, hvernig þetta hérna efni það ekki að lænast eftir griddinu. Það bara svona eitthvað aðeins, einhver reddingar hérna, hvernig myndin haga sér, svo að þetta hérna svolítið skrítið. Þetta verður aðeins skárra svona. En ef myndin væri alltaf að skvísa textan hérna, þá væri það ennþá skrítið hérna. Þannig við segjum bara, það var ekki gefin einn betri hönnun fyrir þetta, þannig við bara redduðum okkur. Svo fyrir við hérna í cards og hérna verður að breyta í display grid. Cards content verður að breyta í display grid. Hérna verður að gera þetta responsive. Í kartinu, eina sem gert að láta það taka 100% width þegar það er í raun mobile first, en þegar það síðan meira en eða nákvæmlega 700 pixla pláss, að þá látum við hvert og eitt grid spana 5 dálka í gridinu. Þannig þá veit þessi hérna að hann í gridi sem 10 dálkar og þeir spana 5. Ef við minkum, þetta voru 4, þá eru bara 2 dálkar eftir. Ef við taka meira, þá taka ég meira. Svo í footerunum, þá það sama og svo hérna contentið, það þetta div sem ég bætti við og það aftur bara til þess að laga eða til þess að geta sett grid og gert bil á milli. Laga eitthvað aðeins, tvíka þetta aðeins til hérna og læta þetta síðan vera í 3 hlutir saman í röð þegar við höfum plássið hérna. Þegar við fyrir niður, þá koma þið bara niður í belgóbiðu. Þannig þá sjáum við hérna, núna var ekki skilgreind hönnun í 681 pixla breiðum skjá. Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út. Þetta lítur svona sæmilega út, þetta lítur sæmilega út. En þá kemur hérna þessi spurning, svo hvað á að gerast í þessu millibili? Ætti á einhverju tímapunkti, opnunartími og staðsetningin að koma hlið við hlið og þetta hérna verið fyrir neðan miðjað, eða til vinstri, eða til hægri. Þetta svona spurning sem væri gott að fara með til hönnuðar og spyrja, hei, hvernig á þetta að haga sér? Það ekki alveg augljóst, ég sé 3 leiðir. Og hönnuðurinn hefði hugsanlega ekkert hugsað þetta, eða hefði hugsað þetta á einhvern hátt og ekki skjalað það í hönnunaskjölunum, eða hefði bara ekkert hugsað þetta. Þannig að þá kemur þetta samstarf, þetta að vera vefforritari sem að vinna eftir einhverjar hönnun og segja, hei, hér óvissa, hvernig ætlum við að díla við hana? Breytum við yfir í vissu, tala saman. Og seinasta hérna að láta töfluna í mobile fyrir þessi hérna vera þannig að ég get hérna dregið hana til hliðar. Og ef ég væri í mobile með touch, þá get ég gert hérna og svo get ég dregið með puttanum hérna til þess að skoða gögnin. Þannig að end of the day, 159 viðbætur og 31 fjarlægt, þannig að þetta ekki mikið, þetta mikið til það sama, en það sem flókið hér, og það sem náttúrulega bara mjög flókið fyrir ykkur sem að læra þetta, að vita hvar á að gera þetta, og þessi hugsunarháttur, hvað makes sense, hvernig viljum við skipta þessu upp. Þannig ég vona að þetta sé skýrara núna, og þið hafið náðu að komast í gegnum þetta í seinustu viku og nýtt ykkur dæmitímana. En þessi pæling núna eitthvað sem þið getið farið með áfram yfir í Hópur Connect og hugsa hvernig ætla ég núna að taka, eða við sem hópur, að taka hönnunarskjölin sem gefin í Figma og brjóta þau niður í þetta layout og þessa komponenta. Og hvernig ætlum við að skipta með okkur liði, þannig að einhver tekur hugsanlega layoutið
og einhver byrjar að vinna einhverja komponenta og svo látum við þetta púslast saman og klárum verkefnið. Einhverjar spurningar? Ég vil fá 2 spurningar áður en við tökum pásu. Hver með góða spurningu? Eða athugasemd, eða observation, eða... Hópverkefni á það líka að vera skalanleg? Að sjálfsögðu. Allir vefir eiga að vera skalalegir. Já. Getur við gert hópverkefni desktop first bara með þessi media max width og vinna á hugum? Það er hægt. Það er erfiðara. Skiptir það þér máli hvort við gerum nota minna max width? Hvort við notum minna eða max width? Já, til þess að endurtaka þá fyrsta spurningin var á hópurinn 1 að vera skalalegt, að sjálfsögðu. Og spurning 2 var, getum við unnið að max width niður og hinn síðan skiptir að máli. Það skiptir ekki, þetta er svona komið aðeins yfir í heimspekina. Þetta skiptir máli að þegar pælingin erum við að bæta einhverju við eða erum við að fjarlægja eitthvað. Ef við vinnum þetta mobile first, þá erum við alltaf að bæta við plássi og bregðast við því. Ef við vinnum þetta desktop first, þá erum við að byrja með allt sem við þurfum og síðan að fara að fjarlægja það. Að þegar við þurfum hugsanlega að fjarlægja property úr CSS-inu okkar eða breyta hvernig það haga sér. En báðar leiðir virka. Báðar leiðir eitthvað sem fólk gerir. Ég og minni reynslu hitt, mér finnst auðveldara að hugsa það og það betra fallback ef eitthvað klikkar að það virki í minnsta skjánum. Ef eitthvað rugglast upp, þá þetta fail case-ið mitt, að þetta sé í raun fyrir minnsta skjáin. Af því að ef við myndum vera fail case-ið stóri skjárin og ég opnaði síma og ég sé við erum stóran, þá ég farin að vera með lóðrétt og lárétt skroll, sem hræðilegt. En hvort sem þið gerið, þá skiptir máli í hópnum að þið séu öll á sömu blaðsíðu. Af því ef þið gerir þetta á sitthvorn háttinn, það er worst of both worlds. Einhverjar fleiri spurningar? Það er komið 3, vel gert. 3 sem sitja í rauða þarna. Eigum við að nýta þig og eða dæmatímakennarana sem quote-unquote hönnuði í hópaverkefninu? Þið getið byrjað á mér. Það er rásin á Slack þar sem ég geti spurt. En ef þið ekki á Slack og þið þurfið ekki á Slack, þá getið þið sendt mér á Canvas, e-mail eða spurt mig hér og ég mun reyna að dokumentera ef það einhverjar mjög góða spurningar inn á Slack. Þannig að þar höfum við. Og ef það eitthvað óljóst, af því að sjálfsögðu getur eitthvað verið óljóst í hönnuninni. Það er alltaf þannig þegar við erum að vinna með hönnun. Við fáum yfirleitt bare minimum af því sem við þurfum. Þannig að ef það eitthvað óljóst, spurðið líka. Af því að muniði hvað Kili sagði. Samskipti. Herri, við taka pásu og byrja aftur svona 10 mínútur í.